Já, það hafði heyrt fréttir það ég hafi dáð úr AIDS í Kaupmannahöfn. Já. En ég held að þær fréttir séu nokkuð mikið ýktar. Já, mér sýnist það. Já. En þú varst næstíðu dauður, var það ekki? Já, þessi lyf voru búin að fara ákvæmlega illa með mig. Já. Þessi lyf, segirðu hvaða lyf? Þetta eru lyf svo kallar benzodiazepamir, heita Valium, diazepam, Stesolid, þekkt undir svona merkjum. Þetta eru bara venjulega læknislyf sem hún færði á lækni. Þetta fékk ég þegar ég var tvítugur af of stressi því ég var aðeins 14 ára gamall þegar ég var komin á toppinn og var 16 ára á toppinn í Bretlandi eða 16, 17 ára aldrei verið þegar komin á toppinn þar. Kem hingað til Íslands, mjög illa leikinn af stressi bara og þreytu, þurfti að taka hvíld. En leita læknis og hann gefur mér lyf og mér leið vel og ég trúði ég gæti haldið áfram að vinna svona og ég trúði þessu og það tók mér okkur ár að vera náttaði mig á að ég hafði verið háður í raun og veru einhverju versta eiturlyfjum sem til eru. Munurinn bara sá að þau eru lögleg og fólk áttar sig ekki á því að þetta eru svona hættuleg lyf. En þá erum við ekki að tala popparan sem að drekkur of mikið viski, reykir of mikið hassi, nota kókaín, heroín, amfetamín. Nei. Ég var mikið mótstandari alls svona, mikið á móti öllum þessu og var þekktur á þínum tíma fyrir einmitt að vera á móti öllu slíku. Já. En félst í grifina sjálfur, kannski þá sem miklu verri en þessi? Akkurat. Ég reyndi í gegnum áraraðir að leita hjálpar að þessu hér á landi og víða, í gegnum geðlækna, sálfræðinga. Ég hef setið og verið á geðdeildum hérlendis og erlendis, alkohól og eiturlyfja meðferðarstofnunum leita mig hjálpar út allt. Mér tókst þetta fyrst árið 84 á Vogi, hér á Íslandi. En mér gekk mjög illa, það dundi á ýmislegt í mínu lífi, mér gekk mjög illa fótum við lífinu fyrstu mánuðina og líkamlega fráhvörf voru svo kröftug að ég hélt þetta ekki út nema örfáa mánuði. Og ég gafst upp og fór út til Svíþjóðar og búinn að vera þar síðan, ég hélt áfram í lyfjunum, þangað til fyrir 14,5 mánuði síðan þá kem ég hingað til lands í eina tilraun enn að redda lífi mínu. Ég hafði fengið eitthvað inn í mig að nú skildi ég einhvern veginn meika þetta. Það skildi vera hægt. Það var annað gott að deyja eða? Já, mér fannst það vera orðið það. Ég var búinn að reyna að taka lífið af mig margoft en mislukkaðist. Það var eins og var einhver aðri hönd yfir mér. Eitthvað sem hindraði mig, einhver örlög eða eitthvað sem hindraði mig í því að ég mætti deyja. Reyndur ofta að drepa þig? Já, ég gerði margar tilraunir. Já, en það gekk aldrei? Nei, það gekk aldrei. Það var eins og ég segi. Og nú siturðu hér. En ég sagði hérna, þegar ég kynnti þaðan, að þú hefði líklega verið besti trommuleikari í heimi. Er þetta satt? Sumir segja þetta. Hvað segir þú? Ég trúi því sjálfur, já. Ég trúi því að... Besti í heimi? Já, ég trúi því að ég muni vera meðal þeirra bestu í heimi þegar nú. Ég hef ekki haft trommusett til að æfa mig eða aðstöðu til að æfa mig í 22 ár. Hversna ekki? Ég hef ekki haft heilsu til þess og núna þegar ég kemst undan þessu eftir 14 mánuði hef ég ekki haft fjármagn til þess því allir eru búin að missa trú á mér. Það trúir enginn á þig? Nei. Það trúir enginn á besta trommuleikari í heimi? Enginn. Svo ég minnist ekki á. Ég finn hann ekki allavega. Þú varst það góður trommuleikari aðeins 13 ára gamall. Nei, þú varst kannski 14 ára gamall. Þá buðu hljómaðir. Tónar fyrst síðan hljómar. Hljómar? En þú sagði við hljóma, nei, þið eru ekki nógu góðir fyrir mig. Tónar voru, það margir sem hafa ekki átt að sjá því að tónar voru toppbandi þá, ekki hljómar. Já. En hljómar voru góðir? Já, hljómar voru toppbandi aðeins seinna, það munaði bara nokkrum mánuðum. Já. En þeir voru ekki nógu góðir fyrir þig? Ja, ég ætlaði að vera í Verslunarskólan og þeir voru í Keflavík, svo það var alltaf mikið fyrir mig að vera bæði í Verslunarskólanum og að þurfa að stunda æfingar í Keflavík. Svo ég sagði nei við þá. En tónar leysist upp og í staðinn þá fór ég út til England 16 ára gamall. Og spilaði þar með heimsfrægum mönnum? Já, það gerði ég reyndar. Sögðu útlendingarnir líka að þú væri svona góður? Já, mér var mjög mikið hampað þegar 17 ára gamlum. Já. Og það verður kannski verið of mikið fyrir þig? Já, þetta var of mikið, við spilum of mikið, ferðumst of mikið, það var allt of mikið álag á mig. Ég var peningalaus, ég hafði þá engan sponsor til þess að sponsora mig, til þess að geta fjármagna mig. Ég svalt þarna oft heilu hungri, ég átti ekki fyrir mat og ég hafði mjög lélegt húsnæði sem ég þurfti að deila með svefnherbergi með útlendingi. Ég hafði enga aðstöðu til þess að geta gert þetta að veruleika. Geturðu nefnt eitthvað heimsfrægan sem orðinn heimsfrægur núna sem að trúði því og sagði það við þig að þú væri bestur í heimi? Ég get nefnt meðal annars Chris Squire sem hefur verið oft valinn einn af heimsins bestu bassalegur og verið valinn heimsins bestu bassalegur oftar en einu sinni reyndar. Fannst honum þú vera besti trommuleikarinn? Hann sagði að ég var svo besti trommuleikar sem fyndist.
og hann hefur spilað með mörgum að heimsins bestur trommuleikurum, svo hann veit hvað hann hefur verið að segja, get ég ímynda mér. En ég veit samt sem að taka það fram að það alltaf afstætt þegar maður talar hver bestur, en ég meðal þeirra, ekki kannski núna í augnablikinu, en ég get sannað að ég muni verða það ef ég fæ tækifæri til þess. Og hingað ertu komin til að biðja það tækifæri? Akkurat. Ég get ekki veitt þér allt í heiminum. Nei. En þig vantar eitthvað sem hefur trúað þér á besta trommuleikar í heimi. Akkurat. Til þess að kosta þið sem sagt. Ég kom til Íslands í þeirri von að ég gæti fengið íslensku þjóðina til að kosta mig. Mér datt í hug það sem allir afreksmenn hafa þurft að gera á íþróttum, tónlist og öðru slíku, að leita eftir aðstoð til fyrirtækja og einstaklinga. Ég óska eftir því við íslensku þjóðina að þeir sem hafa trú á mér, þeir muni hjálpa mér til þess að eignast hljóðfæri og til þess að geta komið út minni hljómplötu, fyrstu hljómplötu sem ég mun gera með mínum eigin lögum og textum og spila á sjálfur. Þessa hljómplötu mun ég gefa út, allir sem að munu leggja til á þetta munu fá heiðursess á plötu umslaginu, sitt nafn ritað og auglýsingar fyrir fyrirtæki sem það vilja, og allir munu fá sérstaklega áritaða heiðurs hljómplötu frá mér sem ekki mun koma út á ára liðinu. Þannig að á plötunni verða nöfn þeirra sem að björguðu besta trommuleikar í heimi. Akkurat. Og gerðana besta trommuleikara aftur. Akkurat. Og hún mun koma fyrst út á Íslandi. Þú sem undrabarnið, þú varst undrabarn. Ég tala um það, já. Sem að fór í hundana. Finnst þér þetta ekki alveg rosalega? Gunnar Jökull alveg rosalega dapurlegt. Ég nagast yfir þessu og búin að nagast yfir þessu lengi. Ég reiður út í sjálfum, ég hata sjálfum og búin að hata mig mikið og það ástæðan fyrir því ég gerði svona marga tilraunir sem geri ég ráð fyrir að sé eina ástæðan fyrir ég gerði svona marga ástæðan til að reyna að taka mig á lífi. Af hverju trúi ég hljóta að vera það að ég hafi þetta hlutverk. Ég hafi það hlutverk, ég verði að fara á toppinn sem ég átti að gera þegar ég var 17 ára gamall út í Englandi á toppnum. En nú ertu reynslunni ríkari. Og sterkari. En heldur þú náðu þér eitthvað tímann eftir allt þetta dóp? Já, það reiknað með, ég búinn að ná núna 14,5 mánuði, ég reiknaði þetta nákvæmlega, það reiknað með því að færa þessu sérfræðingum, ég verið að reikna með 2 árum áður en ég geti farið að fara í stress eins og að binda mig í spilamennsku. Og það þessi tími sem ég vil nota til þess að æfa mig upp, án þess að þurfa að vera að binda mig í spilamennsku. Þessi 2 ár sem þeir tala að þurfi, sem sagt 9,5 mánuður það byrja í viðbót. Eða akkurat þegar ég vil að plata mín komi út í september á næsta ári. Nú hefur spilaður í Flowers líka. Já. Það líklega margir, kannski þeir sem eru undir 30 og þeir veit ekki hver Gunnar Jökull geti ég trúað. En þú varst trommuleikarinn í Trúbrot. Gerði Lifun. Áttirðu stóran hluta því? Lifun í raun og veru mín hugmynd, mín framkvæmd. Allt Lifun mitt annað en laglínurnar. Ég hafði ekki trú á mig til að semja laglínurnar. Þetta vita strákarnir sem voru með mér. En þessi hugmynd var stórkostleg og mér langar að gera aðra svona sem byggð á mínum eigin lögum af því mér fannst laglínurnar hreinlega ekki nógu góðar með allir góður virðingu fyrir okkur félagum, en það ekki vegna þess að þeir séu léleg tónskáldið annað slíkt. Við höfðum bara svo stuttan tíma. Við vunum Lifun á ekki mikið meir en 1 mánuð, þegar maður kannski reiknaði samanlagt hafði verið 2 mánuða að vinna. Ég búinn að leggja ár að undirbúa þessa hljómplötu, fleiri ár að undir þessa hljómplötu sem ég að gera núna án þess að hafa hljóðfæri. Og ég ætla að gera ráð fyrir... Þetta er bara í kollinum áður? Já, ég búinn að segja með hellinga textum sem ég get valið úr. Ég búinn að komast á hljóðfæri til þess að æfa mig. Ég stunda hljóðfæraverslanir og fengið stólið svona í hljóðfæri og annað slíkt. Já, þú spilaðir aðal út í búðaglöggum og þykist þér að kaupa. Já, ég veit. Það dálítið dapurlegt. Heldur á fólki sem að ganga fyrir fram að það náttúrulega ekki hugmyndum að maðurinn sem að berja þannig í búðaglöggunum þessi besti trommuleikari í heimi. Þetta sorglegt. Nei, ég hef ekki sýnt mér sem trommuleikari. Á keyboard, altså hljómborð og þá með headphonea og þetta svona og verið að stelast út í búðaglöggunum. Já, ég hef ekki viljað sýna mér sem trommuleikari því ég myndi hreinlega búast því að ég myndi fá jobb með þessu skot og ég get ekki eins og ég segi, ég treysti mér ekki í það strax. En það ekkert vandamál fyrir mig út í Gautafólk að fá sitt starf, en það að geta gert þetta farið í hljómtækja og hljóðfæraverslanir að geta æft á þennan hátt